sér stað, leiðindar atvik þegar 11 mínútur voru liðnar af leiknum og við ætlum að sjá það hérna. Það alltaf brotið þarna sem við erum að... Bjarni Ófeigur fer ofan á Þorkils. Rýna í, hann lendir á honum bara frekar svona óíþróttamannslega eftir að brotið búið. Það sést greinilega að hann svona setur olnbogann undan sér og þarna beint á hnakkan á Þorkils og þetta er... Það er svona wrestling. Já, þetta er bara svona UFC-stæl, virkilega ljótt að sjá. Það fengur 2 mínútur báðir. Já, hann virðist kannski fótt 2 mínútur fyrir brotið, Bjarni, sem að hefði alveg hæglega geta verið, held ég bara rautt. Dómarinn er alveg ofan í þessu, ég er svona erfitt að ímynda sig hvernig hann metur þetta, en Þorkils náttúrulega bara bregst illa við. Þetta er auðvitað bara, þetta er hættulegt, þetta er aftan á hnakkan. Þetta getur alveg, ég meina Þorkils hefur verið í ákveðnum höfu svona vandræðum framan af undanfarna ár, þannig að ég held að svona kveikir allt svakanlega í mönnum þannig að Þorkils bara bregst illa við og færi auðvitað 2 mínútur í kjölfarið sko. Og þetta er það náttúrulega snemma leiksvignir að sko rautt spjald á Bjarna Ófeigur þarna, það hefði gerbreytt þessum leik. Já, það er ekki nokkur spurning. Ég meina, besti leikmaðurinn í K-liðinu og mögulega bara í deildinni að fá rautt spjald eftir 10-11 mínútur. Já, að mati flestra sem hafa verið að skoða þetta eins og við, mér finnst þetta bara að vera allt of harkalegt. Ég meina, það er eitt að detta ofan á eitthvað sem við höfum séð kannski svolítið verið að aukast í deildinni og bara hundleiðileg þróun. Ég vil að kannski menn bara fara að hugsa það að hætta þessu því að þú vilt kannski ekki endilega senda menn á sjúkrabekkin til langs tíma. Þetta er, ef það er að sýna þetta einu sinni enn, þú sérstaklega þarna víða sjónarhornið og sérðu hvernig olnboginn svona er fyrir framan, hann setur hann fram fyrir sig, þú veist, vanalega kannski bara lendur með báðar hendurnar á parkettinu, en hann virði svona... Þeir eru náttúrulega gegnum gangandi hjálpast mikið að í vörðinni sem er bara til fyrirmyndar, en já, eftir hann... Þetta er bara góð vörn, svo bara búið. Þetta er bara búið og hann tókast aðeins með þeim. Vinstri olnboginn. Hægri olnboginn, hann svona fer í hnakkan á honum og það er ljótt að sjá þetta. Mér finnst svona... Já, getur orðið hættur. En hvað verður gert við þetta? Ég meina, að því að hann fekk bara 2 mínútna brottvísun. Já, svo það er spurning hvort að það útiloki þá þessa málskotsnefnd til þess að senda þá brotið til aganefndar og skoða þetta eitthvað eftir á. En já, með við svona okkar upplýsingar þá gæti það verið að flækja hans máli. Hann hafi fengið brottvísun í leiknum fyrir þetta brot. Bara ákvörðun á gólfinu stendur held ég þegar ef það er tekin ákvörðun, sem er svolítið öðruvíseldinni sem ég var daginn þegar við vorum að ræða það, þá svona var engin ákvörðun á parkettinu. Núna er bara ákvörðun 2 mínútur, dómarinn metur þetta þannig og þá held ég að málinu sé bara lokið.